Það verður ekki tap í 2 leikjum, Ísland í gær og Danmörk í dag. Svona allavega fyrir áhorfendur að sko gæti verið komið með 2 sigra í pokann eftir þessa leiki. Er ekki svolítið súrt að þetta séu 2 töp? Jú, leiðilegt að taka ekki leksíur út frá í gær að byrja ekki alveg rétt, skilur. Spennufall kannski aðeins hátt að ég veit það ekki og svona. En góða við að við sýnum að við erum með eitthvað í höndunum og mér finnst bara svona, við erum ennþá svolítið að smáatriðin fara svolítið út um gluggann þegar er komið smá svona, finnst mér svona hræðileiki inn og mikið í loftinu og þá svona gleymum við svolítið og erum ennþá að læra bara sem segi ákveðum annan og svona aðeins að vita styrkleika og veikleika hvers annars þannig að við getum kannski myndað svo góðu liðsheild til að byrja frá byrjun til endans, skilur við. Og tekur 2 hluti sem þú ánægð með eftir leikinn og 2 hluti sem þú óánægð með kannski? Fyrst og fremst ánægð bara með að koma tilbaka og ekki missa haus, svona andlega hliðina hverjum við erum og svona náum að tvíka nokkur hluti. Að 2 slæmi hluti finnst mér að við vorum svolítið viltir á köflum og mætum flatir aftur til leiks. Það var svona svolítið svona þessi leikur, ég meina það voru bæði lið vildu hlaupa, skjóta, spila hratt einhvern veginn og þetta fóru í 200 stig. Ég hefði viljað þar einmitt þann kafla að við værum með smá svona cool að spila, finna leið til að finna gott skot fyrir okkar réttu menn og taka rétta ákvörðunir í tempónu frekar að vera svolítið aðeins og vilt að það leiðandi gerum smá mistök í sókn og vörn sem gerir bara stóru myndina finnst mér sko. Þú alltaf að spá í sko, ég veit ekki, mann ekki hvað þjálfararnir kallar þetta, sko frammistöðu eða niðurstöðu eða eitthvað sko. Já, frammistöðu og niðurstöðumarkmið. Já, einmitt sko, niðurstaðan ekki, niðurstaðan alltaf bara 2 töp einhvern veginn sko, en frammistaðan svona, það er einhver þróun á þessu liði. Þetta er þróun og ég held að þetta sé bara einmitt góð vettvangur í það að reyna að finna þessi saman, svona læra hans betur hvernig nú hvernig við getum myndað svona, margar góðar einingar mynda góða liðsheild skilur og við held að góð vettvangur í það og við sýnum það að við eigum helling í þessi lið og bara upp á liðu skilur og áfram gakt skilur, þetta er. Svíþjóð á morgun, heimamenn. Þið eru væntanlega verið eða verðið væntanlega sveittir við það að klippa saman einhvern vídeófund fyrir leikmenn fyrir morgundaginn. Já. En svona áður en að það allt sem er klárt, við þurfum að búast úr þeim leikinn, heldur við. Það sem ég sé, það litlu sem ég sé aðeins núna er að þeir eru svolítið svona viltir líka og þeir vilja, þú veist, tuttast og allt þetta og þannig að ég held að það er meira andlegt próf að mæta þeim því að þeir vilja tuttast í okkur og allt þetta og mæta svona hörgum sem þannig gera það og ætlum við að mæta því eins og menn eða ætlum við að svona leyfa þeim að taka okkur út úr okkar og eða ekki sko. Þegar ég vil meina að við séum bara alveg jafn gott ef ekki betur liða á blaði sko. Kærar þakkir Frikki og gangi ykkur vel á morgun. Já, takk sem þú leiðis.